Góðan daginn, gott fólk og velkomin á þennan stað sem vita hver nú er og meira hvað þar fer fram. Og það er ekki ónýtt því að það er ágætt að vita hvað er að gerast hér og hvar og líka þá vitum við hvort einhver ástæði sé til þess að vera elta ólar við. Við þurfum alltaf að vita deili á hvort þess verðt að vera að gefa af tíma sínum í þetta og hitt. En það vitum við ekki nema þrauka og vona það besta. Og ef við erum Guðs fólk, sem við erum nú mörg, þá held ég okkur renni nú grunn í hvað frammunni fara. Og hjartað það hrópar þetta eftir Guðs orði og vill meira af Guðs orði en minna og allt saman það og þannig er þetta nú með blessaðan Drottinn okkar að hann gefur okkur í raun allan tíma sem við viljum sjálf nota og verja til þessa málflokks. Og kristinn maður sem veit hvað trú er og veit hvernig hann ræktar og vex í sinni trú, skilur líka hvað gera þarf. Og getur því ekki aðskilið orð Guðs frá sinni trú, það er ekki hægt. Sá sem gerir það, segi ég nú að er nú fyrst og fremst ekki trúumanneskja og sem getur líka gerst að hann skilur ekki tilgangin með því að vera að vaksa eitthvað og stútar eitthvað svo mikið þetta orð. Hann er þreyttur á því og sumir orðin afskaplega þreyttur á orðinu. En það er ekki vegna þess að orðið sé svona erfitt og þungt og stíft og þreytt, heldur er þetta nú yfirleitt og oftast er bara mín eigin leti sem gerir að verkum að ég nenni þess ekki. Ég vil miklu meira af orðið Guðs en ég nenni aldrei að rækta orðið og það verður mér því aldrei að neinu gagni. Akkurju, nú við ráðum þessari ferð sjálf. Og þannig er nú með algóðan Guð að hann tekur ekki fram í fyrir hendurnar á okkur, mér og þér, vegna þess að hann talar með þeim hætti. Hann talar og segist ekki gera það og það er nú eitt af því sem við lærum og skiljum að Drottinn meinar það sem hann segir. Við meinum ekkit alltaf það sem við segjum, en Drottinn meinar það svo hressilega að orð hans í orði Guðs eru óafturkræf og ekkert minna heldur en það. Þegar kemur að dómi, hvaða dómi sem er, þá er alltaf miðað við orð Guðs, þá miðar hann alltaf við orð sitt. Ég get haft 100 og miljón skoðanir á orðinu, en það breytir ekkert því að það er þarna og eftir þessu vinnur Drottinn. Það er mjög mikilvægt til mig og þig og okkur að skilja að svona er þetta, því að það getur svolítið stíð á strákin í okkur sem er alltaf með uppreisn. Drottinn er alltaf að berjast við þessa uppreisna girni mannsins og eltist við hana alveg lón og dón og kemur með kennslu inn til að mynda hana að ég get ekki beygt af orði mínu, segir Drottinn. Sjálfum finnst mér þetta nú afskaplega notalegt að vita þetta því að þá læri maður að maður er ekkert að berjast neitt til Guð. Ég man alltaf eftir því, þetta er auðvitað ákvörðun, ég man alltaf eftir því að ég var eitthvað svona efast sumt sem að ég var að lesa í orði Guðs og stoppaði það einn dag með því að segja, ég ætla að hætta að rífast við orð Guðs. Þetta sagði ég við sjálfan mig. Og síðan hef ég bara lesið orðið, ég hef ekki gagnrýnt það, en ég veit eins og þú að við skiljum ekki allt og þá verður bara svo að vera. Ef Drottinn vill, þetta hefur maður náttúrulega lært fyrir margt löngu, þá gefur maður hvort þið er skilning á orðinu. Og þannig er líka, og ég og þú vitum það, að ekkert okkar er að tjalda til einna nætur í Guði. Ég er búin að vera í þessu frá því að ég var 30, ég held ég verið ekki orðið 40 því komst til trúar. Ég er fæddur 53 og ég frelsaðist 89, hvað verið gamall þá.
ég held að kannski var ég rúmlega fertugur, ég man það ekki. En ég er 71 árs í dag og ég er búin að vera frá þessum tíma í ranni Guðs. Að gera nákvæmlega sama og ég er að gera hér, vaksa í trúnni, læra Guð út frá orðinu. Ekkert endilega út frá kennslunni í kirkjunni, heldur út frá fyrst og fremst orðinu, því að við verðum að vita það að við berum ábyrgð sjálf á okkar trú. Þetta lærði maður mjög fljótt og ég er afskaplega þakkláttur fyrir það að maður lærði þetta svona fljótt, því að þetta er staðan. Ég er á leið til ríkis Guðs, ég þarf að skila mér í rann Guðs og ég geri það með því að bera ábyrgð á minni trú, vera ábyrgur hvað mér er ætlað og ég rekta það og geri það. Og ég hef samfélag sem er beiðni Guðs til mín og Guðs til mín samfélag þar sem maður getur byggst upp með öðrum og það er í því hellingsstyrkur. En þannig erum við líka að tókast á við okkur sjálf, við erum alltaf að tókast á við okkur sjálf, því að stundum viljum við ekkert vera neitt í þessu samfélagi. Af hverju? Það er vegna þess að við erum tilfinningaverur og einhver horfði eitthvað einkennilega á okkur og við fórum í fílu og lupum út eða sagði eitthvað að okkar dómi ekki neitt fallegt við okkur og við rökum út og svona er þetta bara. En þetta er eitthvað sem að Drottinn er alltaf endalaust að vinna í og vinnur í, þreytist ekki á og gerir alltaf með sama hætti orði sínu. Og segir það sem hann hefur sagt frá byrjun, rækið samfélagið ykkar. Verið ekki þeir sem að vanrækið stundirnar ykkar. Og þetta fylgir mér og ætla ég að taka við þessu eða ætla ég ekki að taka við þessu. Ég hef rækt mínar stundir mjög samviskusamlega og hef gert það núna síðastliðin ár mjög samviskusamlega. En kannski sletti þeim áður fyrr, kannski of oft, ég veit það ekki. En ekki samt það oft að maður væri neitt að missa af. En þetta er bara mitt tillökunarefni í dag að það er að fara á þessar stundir og ef líður of langt á milli stunda þá er maður svolítið eirðarlaus. Það sem maður vill vera í samfélaginu, það sem allt er að gerast, sem manni líkar við og það er allt þetta fólk sem manni lindir við, hvað best og mest, vegna þess að það á það sama. Það er ekkit frábærara fólk þar en annars staðar, en það á það sama og ég, hvað á ég? Ég á trúna á Krist, ég á orð Guðs sem ég elska og hlúi að og rekta eftir bestu getu í mínu hjarta. Það á ég. Drottinn gaf mér þetta og ég vilja varðveita þetta og kann vel við að varðveita þetta. En ég veit ekki með þig, en þetta þurfum við að gera. Þess vegna erum við með orð Guðs, við lesum það, við hvetjum til að lesa það. Ég lesa daglega og hef gert það alveg síðan ég frelsaðist og hef ég lesið það nánast daglega en ekki alltaf daglega en þó ekki held ég liði nema 1 dagur á milli sem ég lesa og það er svo kannski les maður daglega í langan tíma og eftir. Okkur les maður það ekki alltaf. Já, stundum haga bara aðstæður þannig til að maður eiginlega getur það ekki. En það er bara svona er þetta líf. Stundum er maður kannski uppteknari við eitthvað annað. Auðvitað getur maður sleppt öllu maður vill það. Maður getur lagt allt til hliðar og tekið borðið og farið svo í hitt. En stundum velum maður að gera þetta á hinn veginn. Og að því að, ég er nú allavega þannig að því ég byrjaði ekki á að lesa orð Guðs, þá ger ég það ekki fyrir daginn eftir. Ég er nú eitt af þessu skrýtnu köllum sem er nú svona. Ég veit að þú ert ekkert neitt líkt þessu. Lest og biði alveg svoleiðis biður eins og engi væri morgundagurinn og ég hæli þér fyrir það. Ef það er svoleiðis. Ég veit það ekki. Það er allavega ekki svoleiðis hjá mér en ég geri þetta allt saman. Og þarna erum við ekki í keppni tíma sem að hver tekur í þetta og hitt og ef ykkur biður langa bæn og hann er að drepa allur leiðindum á bænastundinu vegna þess að hann biður svo langa bæn og svo er ykkur í keppnisskapi og hann biður lengri bænin inn og svo tókast þeir bara á kannski 2
bænastundirnar og það er best að maður getur bara að fengið sér kaffi. Þetta er ekki tillitsleysi, fyrir ekki, þetta er ekki tillitssemi, þetta er tillitsleysi. Og það er nú eitt af því sem að Drottinn vill lækna hjá okkur. Það er allt þetta tillitsleysi sem við erum að taka, gera til annarra og svo framvegis og svo framvegis. Við erum öll þarna, það er ekki rétt. Við viljum öll óta okkar tóta. Við viljum öll fá til okkar það sem okkur líkar betur við og svo framvegis og framvegis. En þegar við erum í samfélagi við annað fólk þá er alls konar sem við getum ekki lyft okkur. Okkur vilja menn ekki skilja þetta. Að þeir eru frekju hundar. Þess vegna vilja þeir ekki skilja þetta. En þetta líkur alveg borðleggjandi fyrir. Og eitt af því sem að Drottinn tekur af okkur og við viljum fá losna við, það er þessi frekja. Þessi frekjugangur. Það er svo margt sem að vinst með því að tilheyra Drottni. Til þess að við verðum ærlegt fólk, þá þurfum við að losna við svo margt. Frekja er ekki frá Guði, allar segja mér það, allar reyna að sannfæra með það. Ég held að þetta sé eitthvað sem að bara við sjálf erum að búa til í okkur sjálfum, þessa frekju og tillitsleysi og allt saman það. Við erum öll, þekkjum þetta öll, því öll vorum við þetta einhvern tíman og erum kannski sumpart enn. En að því við vitum að því að þetta er löstur en ekki eitthvað sem er í lagi, þá vinnum við á móti þessu og við stöndum gegn þessu þegar þetta vill sækja á okkur, að því við eigum Jesú til þess að gera þetta alls saman. Og þetta hjálpar okkur til við að vera áfram þessar trúuðu manneskjur sem við elskum. Ég veit alveg hvað er að vera trúuð manneskja. Ég veit hvað heitt maður elskar þetta sjálfur. Og vera fyrirmynd, já, kannski. Mér er svo sem alveg sama fyrirmyndina. Ég hef bara Jesús sem fyrirmynd og hann hefur alltaf verið mín fyrirmynd og ég læri af honum og reyni að herma eftir honum í verkum og orðum og svo framvegis. En nei, ég held ég nú enga fyrirmynd þannig séð í hennu sýnilega. Ekki svo, nei, ég held enda skiptir það engum máli. Ég hef Jesús. Hann skiptir alltaf öllu máli. Og það er hann sem við viljum læra. Það er á hann sem við viljum benda. Því hann er verður. Engin manneskja þannig séð er verð. En þetta er sumt fólk alveg príðist fólk allt saman það eins og maður er sjálfur. Allavega oft er maður alveg príðist gæi. En er það kannski ekkit alltaf. Ekkit frekar en þú og allir hinir. Þannig að við erum að læra og við erum misjafnlega öflugið því að taka okkur taki í hvaða átt. Taki í þá átt að líkjast Jesú meira. Við sjáum að við draugum alltaf hring utan Jesú og hann einan. Hann er málið. Ég er verkværi hans. Ég er þjónn hans og hann segir mér að ég sé vinur sinn og veist akkur hann segir það að því ég gerir það sem hann er að bjóða. Þá eignustu í staði hans hjarta að vera vinir hans. Og það er gott að eiga Jesú sem vin, ekki bara sem einhvern félaga sem að, já, við kannski hittum endrum og sinnum. Vinum hans, við viljum bara vera hjá vini okkar. Að það er góður vinur. Og Drottinn leyfir okkur og segir okkur við getum það. En við verðum að gera viljans. Það er skilyrði. Þetta er strangt skilyrði. Þetta er alveg sanngjarnt skilyrði. Ef hann gefur mér vináttu mína, þá getur hann alveg sett skilyrði fyrir því. Að því hann veit og ég trúi því hann gerir það sem er rétt. Og ég gerir það sem hann segir, að því ég veit að það er rétt að gera það. Þetta er það sem hann er að kenna. Þetta er það sem við erum að tala um. Þetta er það sem við erum að bera út í Jesú nafni. Þetta er boðskapurinn. Hann veit hvað hann er að gera. Hann er vínviðurinn sem að Drottinn setti á jörðina. Og við erum undir í skjóli af trjánum hans, eða trénu þessu, vínviða tré, segjum það. Og þar fáum við alltaf skjól sem við þurfum. Alla þá vörn og verju sem við þurfum. Við þurfum ekkit meira. Og til þess að halda þessu öllu uppi, þá eigum við til trú sem við nærum af orði Guðs.
engu öðru. Orð Guðs þarf að vera það sem að við elskum mest, og ég þakka Guði fyrir það endalaust, að þetta er það sem að ég hef elskað mest, orðið. Þegar ég var að byrja í þessari trú fyrir margt löngu, að þá sóttist ég í að lesa bækur eftir aðra trúaðamenn, og það var vissulega gagnlegt, hjálpaði manni mikið, en ég hef ekki lesið slíkar bækur í áratugi, ég er búin að vera svo lengi við þetta. Ég læt mér í dag nægja orðið, og ég hvet menn og konur alltaf til þess að lesa orðið. En bækur til að skilja betur orðið, jú, það getur vel verið að það svona hjálpi, jú, líklega hefur það nú hjálpað manni einhvað. En svo tók bara hitt við, og ég lagði þessa bækur til hliðar og hef ekki sinnt þeim seinna. Er það rangt? Viltu vaksa? Viltu vaksa rétt? Er rangt við að vilja vaksa rétt í Jesú nafni? Ég held að það sé bara ekki rangt. En þetta þurfum við að gera, þá erum við að tryggja okkur sjálf að þetta muni gerast. Við eigum að vilja vaksa í rétta átt, til að verða ekki eitthvað feiski tré með blöð á greinum á stangli og svo framvís sem ekki nennir eins og að horfa á. En við getum verið hitt tréð sem er náttúrulega með mörgum greinum og öll laufi þakin og blómum skreitt jafnvel, séð að þannig tré. Þetta er alltaf spurningin það, hvað við viljum gera og hvað við viljum leggja mikla rækt við það sem við erum að gera. Og Drottinn er umhugað það að þú viljir leggja alla þá rækt við trúna þína sem þarf til að hún verði þessi fegur, ekki bara fyrir þig, heldur líka aðra í kring. Er það svoleiðis? Ég veit ekkert hvað er gilt í þessum efnum, en þetta er það sem við viljum vera og þetta er það sem við erum. Erum við að sýna það? Ég veit ekkert hvað menn er að sjá, ekki neitt. Og ég fyrir margt löngu hættur að hugsa það. Þess vegna veit ég hvað ég stend í Guði og mér nægir það alveg, segir enda Drottinn við mig, náð mín nægir. Þetta þurfum við alltaf að vita. Þá hættum við, þá deyr svo margt í okkur sem er að trufla okkur bara og hindra okkur og gera okkur leið og döpur og reiðjafnir. Þetta er það sem að trúin vill kenna. Þetta er það sem trú vill gera. Og þetta er það sem orðið talar aftur og aftur. Þess vegna lesum við orðið. Orðið fræðir okkur ekki bara, heldur verða okkur á svo margvíslegan hátt í lífinu, því að hafi þessir menn lent í þessu, þá skaltu reikna með því að þú sjálfur lendir í því. Unnuð þeir sér eitthvað til saka, við vitum að þeir unnuð sér ekki til saka, en það er ekki alltaf nóg til þess að þú sért bara stikk frí við öllu áreiti. Akkur er áreiti? Að því heimurinn er vondur, hann er fallinn, hann er undir afli Satan sem er vondur í gegn. Hann á ekki til neina gæsku, hann á ekki til neina miskun, hann veit ekki hvað þetta er. En við vitum allt þetta og þetta miskunnsemin og kærleikurinn og allt saman, hann vex að því við erum að þjóna Jesú. Ég veit það að okkur líkar betur við þetta heldur en hitt. Hver vill vera vondur til að mynda við maka sinn? Hver vill vera annað en góður starfsmaður á vinnustanum sínum? Og svo framvegis og framvegis. Við getum orðið þetta. En við gerum það ekki ef við viljum aldrei taka okkur taki. Vinnustafurinn, hann krefst vinnuframlags þíns á hverjum degi. Og eitt af því sem við getum lært, og margir gera en ekki allir, það er að mæta í sína vinnu á hverjum degi þegar að vinna er. Vinnuveitandi, hann metur það mikil. Eins og það með kirkjuna og Drottinn, hann metur það að þegar þú mætir alltaf. Þú ert alltaf á stundum til að mynda í kirkjunni. Drottinn metur þetta. En eru við að meta þetta sjálf fyrir okkur? Ég veit ekkert það. Ég held að sé allur gangur á því. Allavega eru við stundu þannig stend að það má ekki einu sinni horfa á okkur með skrýtnu augnarað og þá erum við farin. Fullt af svona í gangi. Af hverju? Af því að við erum
veikleika vafið fólk, eins og við erum oft að tala hér, við þurfum á Jesú að halda, ekki bara endurum og sinnum, heldur hér og nú, alltaf. Þetta er staðan. Og þetta er eitt af því sem að orð Guðs er að áreita við okkur þegar við lesum það. En til að vita hvað þar stendur þá þurfum við að lesa það. Það liggur alveg fyrir. Og hver ætlar að bera ábyrgð fyrir mig að ég vil ekki bera þessa ábyrgð sjálfur, það getur það enginn. Jafnir þótt að vildi það, þá getur það ekki. Sumt einfallega verð ég að gera sjálfur vegna þess að þetta er mín trú. Mín trú er ekki þín trú. Mín trú er mín trú og hana þarf ég að rækta af því ég er einstaklingu sem Jesús stóð fyrir og gaf heilagan anda augliti til auglitis alveg eins og var með þig. Já, augliti til auglitis. Þegar ég frelsaðist og fylltist heilugum anda, það gerist í sömu andra hjá mér, ég veit ekki með aðra, og ég sagði, það er Guð, bara á sömu andra. Og þessi vissa hefur fyllt mér allan tíman og ég er með þessa mynd fyrir augum mér á hverjum einasta degi. Þetta er bara Guðs gjöf. Ég held að ég sé ekkert einstæmi hvað þetta varðar, en þetta hef ég vilja halda í, því þetta var svo stórt fyrir mér, þetta var svo mikill sannleikur fyrir mér að hann verður aldrei vikið frá mér. Og ég er í samfélagi, búin að vera ekki alltaf í samfélaginu, ég er búin að vera núna í áratugi í samfélagi, maður er svo gamall maður. og ég hveti til þess að vera í samfélagi. Og hvaða samfélagi viltu nú velja? Við viljum alltaf velja samfélag. Við viljum samfélag sem er kærleiksríkt og skemmtilegt og allt saman það. En ég get alveg lofa því að þessi kristilegu samfélag, þau eru skemmtileg og notaleg og yndisleg. En við verðum að sjá það. Við erum ekki alltaf stemt fyrir þessu. Eins og við vorum að tala áðan, stundum erum við í þannig ásikomulagi og bæði ég og þú. Að það má ekki einu sinni að horfa einhvern á mann, það er hún eitthvað í nefnum með þessum. Og eða þá við bara hörum út, við þolum þetta ekki. Þetta er nú manneskjan sem drottin er að fástuða hverjum degi. Þetta er manneskjan sem drottin dó fyrir. Þetta er manneskjan sem hann er að nota. En veit af öllu þessu veikleikum. Og þess að segir hann okkur alltaf, treystu mér. Það ekki? Treystu mér. Og við hvernig erum við að tala? Ég er ekki að benda sjálf á mig. Ég er að benda á Jesú. Honum treysti ég. Og með tíman hef ég lært að elska hann. Og svo nálægt er þetta allt manni að hann er minn besti vinur raun og veru. Og stundirnar bestu sem ég lifi þær eru í samfélaginu og mér þykir vænt það. Og eins og vorum að tala áðan ef það er ekki stund í samfélaginu mínu eiginlega þá er maður svolítið eirðarlaus. Þetta er maður er nú komin á þennan stað með þetta allt saman. Að því maður er svo hændur að þessu, maður hlúir svo vel að þessu hvað sér sjálfan varðar, að því maður er viðurkennda fyrir marglengu, þetta er það sem maður þarf. Já, ég er hún 71 árs gamall og einn daginn þá fer ég eins og allir hinir. En ég veit hvert ég fer. Veist þú það? Ég bið til Guðs það fyrir þína parta, já, þú vitir það, en ég hef ekki hugmyndu það. En ég veit bara hvert ég er að fara. Þess vegna er ég að tala Jesú. Þess vegna er ég að tala Guð. Og þess vegna tala ég gegn öllu þessu rugli sem er í gangi, sérstaklega sem að snýr að þessu kristilegu verkum og táknum og undurum sem að hann með. Vegna þess að ég veit hvað þið geta gert til góðs. Þess vegna segi ég það, inn í grunnskólana með Biblíuna. Það var mikil blessun þegar það gerðist á sínum tíma og ég man vel eftir þessu þegar ég var í skóla þá var þetta eitt skildur námana, Biblíufræðslan. Mér reyndar leitist fátt meira heldur en þessi Biblíufræðsla en hún var þarna og maður gerði enga athugasemdir við hana. Hún var bara stundin sem að maður vissi að maður myndi leiðast alveg svakalega í en maður lét sig bara leiðast á. Ef maður var í skólanum sem var nú gert af og Biblíustundin var þá náttúrulega var maður á henni.
og fekk verkefni sem að maður reyndi að gera ykkur skil heima og kom eitthvað aðeins undirbúin eða ekki, maður lærið nú ekki alltaf heima, þú maður nú eftir því. En þetta var allt saman gagn af þessu. En sá ég gagn á þessum tíma ekki nokkuð, en þá var ég bara barn. Svo var ég fullorðin manneskja og svo var ég trúið manneskja. Þá sá ég, það var heilmikið gagn af þessu. Að ég þekki viðmiðið. En þessu var allir hönd út vegna vantrúar, einhverja nokkra manna sem voru frekir og fóru mikinn og það setur bara við saman þá. Ef að setja þetta inn aftur. Ég segi já, getum við alveg hiklaust. Þú aðtúa það að inn í grunnskólana kom þetta á sínum tíma. Þetta var ekkert alltaf í grunnskólanum en ég reikna nú með því að þegar menn fóru nú svona starfrækja skóla í þessu landi, svona opinbera skóla, að þá hafi þetta nú verið með frá byrjun. En ég veit að þessu var hent út á einu stað. Hvenar? Kannski kringum 80, ég veit það ekki, eða fyrir þann tíma. En þegar ég var í skóla, og þá var þetta allan tíman. En einhverju setna þá er þessu varpað út vegna vantrúar, einhverja nokkra manna í vantrú sem vildu ekki hafa þetta inni. Þeir voru hávarir og frekir og fengu þetta í gegn. Því að trúin hjá þjóðinni var alltaf að slæfast. En henni er haldið uppi með okkur, mér og þér, sem trúum og boðum og tölum í þessa átt. Að við vitum að við erum að tala rétt með því að tala í þessa átt. Heimurinn er náttúrulega bara fallin og allar hlusta á hann. Þú getur það ekki. Því hann er fallin. Hann hefur ekkert að segja og ekkert inn í þetta mál að leggja. En þú hefur allt inn í það að leggja því að þú átti Jesú í hjartaðinu og þú veist að þetta sem hér er sagt er sannleikur. En þú veist líka að fullt af fólki sem meðtökur þetta ekki og styður hitt, ruglið, segi ég. En við viljum ekki vera í ruglinu. Við erum búin að vera nógu lengi í því. Núna erum við með sannleikan í höndunum og við viljum verja hann fyrir okkur sjálf einhverjum og sérlegi. Og dóttir sér sína, hann er með samfélagið vegna þess að hann sér sína. Hann veit alveg atgangin hjá sínu fólki fyrir utan, að það er ekki gott. Þess ná að samfélag trúarmanna og þeir koma saman, þeir eru ekkert betri en aðri menn. Það er ekki málið, þeir eru ekkert neitt heilar en aðri menn, en þeir eiga þetta sameiginlega sem heitir orðguð og Jesú í hjartanu sínu, fylltir heilu og manda og það breytir öllu. Það er þetta sem verður að benda á. Og við vitum að þetta er svona, þess að sækjum við í þessi samfélag. Svo höfum við að elska þessi samfélag. En stundum verðum við alveg óskaplega þreytt á þessu samfélag og þá erum við komin á þann stað með okkur sjálf, eins og vorum að segja, og það má ekki eins og horfa á okkur með einkennilega augnar og þau eru hörnir. Það hér er ekki verandi. Þetta er allt saman þekkt. Það er ekkert verið að segja neitt. Og þetta er alltaf endurtaka sig. Og menn koma inn alveg svoleið skjálbrósandi og fallegir og fínir og ekkert nema trúin og elskulegheitin og allt saman það. Svo þetta mánuð þá er eitthvað annað komið upp. Eða 1 ár eða hvernig sem er. Af hverju? Af því það eru sveiflur í okkur. Af því við erum að mæta alls konar mótstöðu og þetta heldur áfram. Þó við eigum gott samfélag allt saman það, þá erum við nú líka innan annað fólk. Og það er ekki alltaf sama uppi. Alls konar tókstreita fíla og það, og minnum fögnuð, þetta er líka í samfélaginu. En við eigum þetta vopn til sem heimurinn á ekki, og það er þessi bæn. Við getum beðið drottin að lagfæra þessa hluti séu eitthvað í ólagi hjá okkur sjálfum, sem oft er. Eða í samfélaginu sem oft er. Við getum beðið drottinum að lagfæra þetta og hann elskar að heyra svona bæni því að hann vill sjálfur lagfæra þetta. Þannig að þetta er bara ýting á hann eitthvað sem hann þráir að gera. En kannski er það svoleiðis að hann gerir þetta ekki nema einhver kalli eftir því frá honum og það heiti bæn. Og þess vegna erum við alltaf að biðja. Við erum að biðja fyrir sjálfum okkur. Við erum að biðja fyrir velgengni okkar og það er allt í lagi með slíka bænir. En við biðjum líka fyrir fullt af öðru fólki í Jesú nafni
velgengni þeirra og Drottinn umfaði mig svolítið þetta fólk. Og ef við sjáum að ykkurum líður illa í kringum okkur, þá leggist þú að bæn fyrir hana og hann. Og þetta líka gert við mig og þig af öðru fólki í söfnuðinu. Við vitum alveg hvernig þetta og þetta á að vera svona og svo af Jesú boðið. Allt í orði Guðs. Þess vegna hvatningin alltaf sama. Lesum orðið. Stúturum orðið. Við erum vel að okkur í orði en látum ekki aðra bera ábyrgð á allir í kennslunni sem við fáum. Berum sjálf ábyrgð á kennslunni hjá okkur því að þetta mín trú. Og það alveg sanngjarnt að ég beri sjálfur ábyrgð á henni að stærstum hluta og ég geri það. Hvað með þig? Þetta bara þiggjandi. Það allt til að vera þiggjandi og við erum öll þiggjandur, en við erum líka gerendur, mörg á okkur. Þannig að við höfum alveg spyrt þetta saman, að gera og þiggja. Og það besta mál og þannig að Guði hugsað og stofna til. Þannig að við erum öll saman í þessu og það hafa allir eitthvað fram að leggja og margir leggja margt fram og svo verður ekkert úr verki sem annar mál. Þegar við erum svo skjótur á það kannski og svo fyrir við hugsa máli meira svo nennum við ekki þegar því kemur. Þess vegna verður ekki úr svo mörgu. Og svo nú annað sem náttúrulega leiðilegt að tala því við viljum ekki heyra það. Það þetta úthald. Við þurfum úthald. Við þurfum að staðfesta í okkar eigin hjarta sem gefur okkur þetta úthald. Og ég get alveg sagt þér hvað það sem heldur utan úthaldið. Það heitir agi. Orðið talar aga. Og þú sem þekkir aga, veist kannski hvað ég að tala, þú tekur undir þetta. Því þú ert sjálfur og sjálf undir aga og gerir því það sem þarf þegar þarf, í aganum. Þú líður það ekki lengur, agin getur komið svo flott fram með okkur, að við líðum ekki lengur að sleppa þessu, ekki einu sinni. Eitthvað að hlusta, mér varður ekkert það. Ég bara gera þetta vegna þess að ég veit að já að gera þetta. Það nú ein hugsunni sem að Drottinn gefur okkur. Við hættum að vera pæl í þessu. Við bara gerum það því Drottinn hefur kallað okkur til þess að gera þetta. Hvernig líst okkur og svona? Ég veit ekkert það. Það svo margt sem að ég ekkert að velta fyrir mér. Ég geri bara það vegna þess að Drottinn vill að ég gera það. Hvort að menn að hlusta ekki, það ekkert mitt mál. Ég bara þjónn og agri Guðs. Og annað hef ég séð að orðið það verður eftir. Hvar eftir? Í hjartanu. Það bara vinnur á sínu hraða. Við Hafnfirðingarnir, við erum þekktu fyrir það að vera mjög seinfattandi og lengi að vinna úr alls konar upplýsingum og ég Hafnfirðingur og eins og allir hinir. Ég man eftir því að ég fékk til mín orð sem ég oft talaði þegar það var áðurinn frelsaðist og ég líka oft vitnaði það var orðið tunguna og hvernig hún getur leikið menn og að opinberaðist fyrir mér sannleikur þarna vegna þess að ég þekkti þetta svo vel, bara úr umhverfinu. Hvernig menn tættu hvorn annan í sem orðum, rifi í tætlur. Ég þekkti þetta. Kannski tekið þátt í því, ég veit það ekki. Ég þekkti þetta og það var eftir. En að því við Hafnfirðingarnir erum alltaf með afsakanir og löglegar afsakanir, við erum seinfattandi og það allt saman og 4 mánuð seinna þá gekk ég inn í dýr Drottins. Og eins og ég oft vitnaði þá, það er til Guð. Svona var þetta nú hjá mér. Fylltur heilugum anda. Ég man þetta einum hann sagði mér, ég held að konni sé ekki fylltur heilugum anda. Hvað veit ég hvað menn sjá? Mér fannst þetta mjög fyndið. En hvað veit ég hvað menn að sjá? Jú, ég Guðs maður. Hvað viltu sjá í Guðs manni? Munkinn, tildrandi ykkur af beinir í kubli.
gangandi hægum skrefum gráalvarlegur. Ég er ekki þar. Ég er bara konur Hafnarfirði. Seinfattandi hafnfirðingur, eins og flestir eðalgaflarar eru seinfattandi og það já. Ég er þar. En ég elska Jesú. Og mér nægir alveg að vita það, og þú þarft líka að vita það, að þú elskar Jesú. Það er ekki víst að menn komi bara, jæja, ég sé að þú elskar Jesú. Ég held að það gerist aldrei. Þess vegna þarft þú að vita hver þú ert í Jesú. Ég man alltaf þetta því þeirri opinberun þegar vitni það opnaðis fyrir mér að ég veit alveg hver ég er í Jesú. Þetta var bara opinberun. Og náttúrulega vissi ég þetta alla tíð því ég vissi alltaf hver ég var og ég vissi alltaf hvað ég gat og svo framvegis. Þannig að þetta var enni staðfestingin kom og ég skildi hvað hann átti við þarna þegar hann sagði þetta við mig. Að ég veit hver ég er í Jesú. Hann veit allt. Hann veit sér lengra en ég. Og ég get sagt þér það að ég oft þurfti að grípa til þessa haldreipis. Að ég veit hver ég er í Jesú. Það er ekki alltaf logn í kringum kristinn mann. Og það er heldur ekki alltaf logn í kringum hann og hana sem er á agrinu. Það getur gustað þetta fólk. Og það er ekki allt sannleikan samkvæmt sem sagt er. Og það er ekki alltaf af einhverju góð mennsku sem að menn koma að manni. En hvað með það? Þú þarft að vita hver þú ert í Jesú. Veistu það? Hvað veit ég? Ég veit það fyrir mig. Og það er nóg fyrir mig. Og þetta er rosalega öflugt haldreipi sem þú átt eða átt þetta. Akkur er Drottinn að tala þetta að því hann vill gefa þér þetta. Þess vegna er hann að nefna þetta við þig. Veist af þessu, hefur velt í fyrir þér, ég veit það ekki. En þú þarft að vita það. Alveg svo ég þarf að vita það fyrir mig, að því við erum sitt hvor einstaklingurinn. Og við vitum að Drottinn dó fyrir einstakling. Einkum að sérlagi einstakling. Alltaf. Og hann fylgir þessum einstaklingi frá vöggu til gröfu, frá vöggu til grafar. Hann er ennþá að fylgjast með þessum einstaklingi sem hann opinberaðist fyrir 35 eða 6-7 árum. En þangað til var þetta mér lokuð bók. En Drottinn veit, hann veit hvenær er rétt að taka okkur yfir til sín. Hann er með augastað á okkur öllum og það skýrir það þegar ég frelsaði og ég leit, þá var hann þar. Var hann að koma bara þá? Nei, hann hafði alltaf fylgt mér. En ég vissi ekkert af því. Akkurri, að það var veggur fyrir. Og þessi veggur er líka fyrir þér vegna þess að þú átti ekki enn Jesú. En þegar þú eignast Jesú, þá hverfur þessi veggur og þú segir alveg svo það er til Jesú, nei það er til Guð. Þetta er nú skýringin á því hvað það er að trúa og hvað það er að vera undir vantrú áfram. Við fæðustum inn í þennan heim og erum þá þessa vantrúa fólk vegna þess að veggurinn er til staðar leið og þú kemur út úr móður skautinu. Þannig að fer þegar Kristur miskunna sig yfir þig. Þá hverfur hann. Og þú fær alveg nýja sýn og allt. Það verður allt fyrir þig nýtt. Og þú þarft að læra sumt alveg upp og nýtt. Þú vissir ekkert þetta. En núna veistu helling það að því þú hefur verið að stunda þína trú. Þú hefur verið að rækta þína trú og áratugirnar baki hafi fengið að kenna þér alveg helling. Alveg helling. Þannig að þú veist alveg helling. Hafur þú leyft trúni að vinna með þig eins og hún vill vinna, þá veistu alveg helling í Jesú nafni. En þú skalt ekki vera að hæla þig neitt að því. Þakkaðu Guði fyrir það að þú vitir allar þennan helling. Og hafðu vita á að bera það til annara sem vita minna og hjálpað þeim, þeim til þess að skilja þetta betur. Til þess erum við saman. Við erum saman í þessu. Til þess líka er samfélagið að það vil byggja utanum allt þetta. Er þetta að rækta þitt samfélag? Gerðu það ef þú ert ekki að því. Og ertu sáttur og sæll með þitt samfélag. Í Jesú nafni. En við segjum þetta gott
og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessi góða verki Drottins áfram.